Our technical team is on it. Oh, there we go. That sounds more like it. Thank you. Well, it's lovely to see those of you who can stay this afternoon. Gaman að sjá ykkur hérna öll sem gátu orðið eftir. I don't mind if the group is small or big. Ég You're alveg here sama, þó að hópurinn sé hérna fámennur eða hvort það sé mörg. and you're all very important. Þið eru eitt og sérkvært ykkar mjög mikilvæg. Actually, I like small groups Ég líka vel við litla hópa. because I was telling them in the lunch hour that I'm really very shy. Ég var einmitt að segja við einn hérna í hádegismatnum að ég mjög feimin. And when I was a child at church, Þegar ég var í kirkju, þegar ég var barn, I would be hiding in that cupboard, þá var ég alltaf í felum þarna inn í skáp. so no one had to speak to me. Svo enginn þyrfti að tala við mig. So God has worked a long way that I can come and do this. En Guð, hann búinn að vinna mikið í mér svo ég geti verið hér uppi og tala til ykkar. And it's good to know that God is patient and works with us slowly over many decades. Það gott að Guð Works over many decades. það gott að Guð vinnur yfir marga áratugi. So, if you're despairing with your children now, give them a few decades and they'll Give- probably get over it. Og gefið börnunum ykkar nokkra áratugi, þau munu ná að yfirstíga það sem þau þurfa að gera. Let's pray. Við skulum hefja þetta með bæn. Father God, we thank you for your incredible love for us again. Kæri faðir, þakkum þér fyrir þinn stórkostlega kærleika til okkar. It's so far beyond our comprehension. Þetta fer svo langt út yfir skilning okkar. But we're here because we love you En við hér vegna þess að við elskum þig and because we want our children to fall in love with you too. og við viljum að börnin okkar verði líka að elski þig líka. So bring to each person's attention what you want them to learn today. Vilt þú kenna einum og sérkvörum hér inni það sem þú vilt að þau læri? And may we use what we learn to reach out and draw children closer to you. Hjálpaðu okkur að nýta það sem við lærum hér til þess að ná til barna og leiða þau til þín. Because we know this brings you joy. Því að við vitum og það gefur þér gleði. In Jesus' name, amen. Í nafni Jesú Krists. Amen. So we're going to look at what I call everyday spirituality. Í dag ætlum við að fara yfir efni sem að snýr að andlegheitum daglega. Because this is actually the biblical way to share faith with our children. Því að þetta biblíuleiðin sem að við eigum að nota til þess að ná til barnan okkar. And we know that even if you have a really amazing church with wonderful children's ministries, Þó svo þau séu með frábæra kirkju og frábært barnastarf, the families are the best way to pass faith on to the next generation. að þá það fjölskyldan sem besti staðurinn sem að trúin flyst yfir til barnana. Because we know our children and we're with them every day and we're there to answer their questions. Við þekkjum börnin okkar, við með þeim alla daga og við getum svarað spurningunum þeirra. And the church can be there and the church community to support parents in conveying faith to their children. Og kirkjan þarna til að styðja við foreldrana til að koma áfram trúnni til barnana. And when we look at what the Bible says about transmitting faith to children, we go back to Deuteronomy 6. Förum yfir í 5. Mósebók 7. kafla And see what God says there. og sjá hvað Guð segir þar. Did you say Deuteronomy? Deuteronomy 6. And starts maybe 6, Hear, O Israel. 6, 4 to 9, I think it is. 4 til 9. You can just read it because it's on the Heyr screen. Ísrael, drottin vor Guð, hann einn drottin. Þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni og af öllu mætti þínum. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst til hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Until 7, right? Yeah, 7's fine, yeah. So, at the beginning, in Deuteronomy, what is God saying here to his people? Hvað Guð að segja hérna við fólkið sitt? He's saying, convey your faith in your everyday life. Já,
láttu trú þína birtast bara í þínu daglega lífi. When you sit at home, when you walk along the road, Þegar þú ert heima eða þegar þú ert út á gangi, when you lie down, when you get up. þegar þú liggur út af, þegar þú ferð á fætur. It's part of your whole life. The whole way you relate to your children can be sharing your spirituality with them. Allt lífið og hluti af því að eiga samskipti með börnin að deila með þeim trú þinni. And then when Jesus comes, he said, this is the important commandment. Og þetta mikilvægt boður sem að Jesús gaf okkur. And it's a bit similar. Og þetta mjög svipað. And it's Matthew 22, 37 to 40. Það Matteus Guðspjall 22, 37-40. You can just read. Hann svaraði honum, elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. So Jesus comes and said, this is important. Love God with all your heart and soul and mind. Jesus segir að þetta sé mikilvægt, elskaðu Guð af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu og öllum huga þínum. And your neighbor as yourself. Og náunga þinn eins og sjálfan þig. So love yourself and your neighbor. Og það þýðir að þú elska sjálfan þig og náunga þinn. And your children, I guess. Og börnin þín sjálfsögðu. So when we look at the greatest commandment, we see different aspects of experiencing God through these different parts. Og við sjáum ólíkar aðferðir við að upplifa Guð í gegnum þessi tvö fremstu boðorð. So some of the ways we love God with our heart is through loving relationships, sharing emotions. Stundum elskum við Guð með hjartanu, við elskum í gegnum sambönd og tilfinningar. We thought our soul is our spiritual relationship, our faith, prayer, forgiveness, salvation, etc. Með sálinni sem eins og andlegt samband, trú, bæn, fyrirgefning og frelsun. And then with our mind, helping our children to wonder about God, to know Him, to understand Him, to take time to reflect and experience creativity. Með huganum, með því að velta fyrir sér, með því að kynnast, að þekkja, skilja, endurspegla og vera og sýna einhverja sköpunargáfu. And then with our strength, our active response, making and doing, our active response to God's love. Og með styrk okkar, það virk að taka einhvers konar, ég veit ekki hvernig að lýsa þessu, respons, svörun, já, virk svörun, það að gera og koma í verk. And we love others because God loves them, and we love ourselves because God loves us. Og við elskum aðra vegna þess að Guð elskar þá og við elskum okkur vegna þess að Guð elskar okkur. And then John says this, dear friends, let us love one another because love comes from God. Og í 1. Jóhannesarbréfi stendur, við skulum elska aðra vegna þess að elskan kemur frá Guði. No one has seen God, but if we love one another, God lives in us. Enginn hefur séð Guð en ef að 12, is it verse 12? Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Ef við elskum hver annan, þá Guð stöðugur í oss og kærleikur hans fullkomnaður í oss. And His love is made complete in us. So John is saying we need to experience God's love. And when we love our children, then they experience God through us and it changes them. Og við þurfum að upplifa Guð og við þurfum að leiða, gefa þetta til barnanna okkar svo þau upplifi Guð. So that requires us to first be immersed in God's love. We cannot transmit God and His love to our children if we have not experienced it for ourselves. Við getum ekki komið þessu áfram til barnanna okkar ef að við hefum sjálf ekki upplifað Guð. And it's important for us to take time to immerse ourselves in God's love. Það mjög mikilvægt að við tökum frá sérstakann tíma til þess að einhvern veginn baða okkur í kærleika Guðs. What are the Bible verses that help you to understand God's love for you? Hvaða biblíuvers það sem hjálpa þér að skilja kærleika Guðs til okkar? What are the Bible stories that declare God's love for you? Hvaða sögur í biblíunni það sem að segja frá kærleika Guðs til þín?
because we need to experience that love in our own hearts before we can transmit it. Við þurfum að upplifa þennan kærleika í okkar eigin hjörtum til þess að geta komið áfram til barnan okkar. And what do you want your children to know and experience about God's love? Hvað vilt þú að börnin þín læri eða upplifi varandi kærleika Guðs? These are some things that parents have said. Þetta eitthvað sem að foreldrar hafa sagt. I want them to know that his love is far greater than anything they can imagine. Ég vil að börnin mín viti að kærleikur hans eitthvað miklu meira heldur en þau geta nokkuð að ímynda sér. That it's not dependent on what we do or don't do. God's love is constant. Að þau fara ekki eftir því hvað þau gera eða gera ekki, kærleikur Guðs stöðugur. That he's incredibly generous, gracious and forgiving. Að hann ótrúlega náðugur og fyrirgefandi. He makes our sins just disappear forever. Hann lætur syndir okkar hverfa alla eilífð. He is incredibly kind to us. Hann svo ótrúlega góður við okkur. He cares about every single thing we're going through. Og hann umhugað hvert og eitt sem við erum að fara í gegnum. He notices every tear we cry and every smile and laughter we have. Hann tekur eftir hverju tári sem fellur og hverju brosi og hlátur sem kemur fram af vörunum okkar. And he's always with us. Og hann alltaf með okkur. So often we pray, at least in English, God be with us and be with this person, but God is with us all the time. Stundum biðjum við Guð vertu með okkur en Guð alltaf með okkur. He says, I will never leave you or forsake you. Hann segir, ég mun aldrei yfirgefa þig. And he's making a place for us to live in the new earth forever. Og hann að búa til stað fyrir okkur svo við mögum búa með honum á himnum. And I wonder what it is. If you're a parent, write down sometime. Ég að velta fyrir mér ef þið eru foreldrar, skrifið þá stundu niður. What you want your children to understand about God's love. Hvað þið viljið að börnin ykkur skilji varðandi kærleika Guðs. Because unless you write that down and you're intentional about it, how will you know? Ef þið skrifið þetta ekki niður og verið með svona alveg einbyttan huga við þetta, þá And then you can think, how will I show the aspect of God's love to my kids? Þá getið fara að hugsa hvernig get ég sýnt hennar kærleika Guðs til barnanna minna. Because as I said, it starts with us growing in our relationship with God that inspires our children to grow too. Þetta hefst hjá okkur að við þurfum að upplifa kærleika Guðs og við getum borið hann til barnanna okkar. I know when I had my children, I learned so much about God's love through parenting. Þegar ég var með börnin mín, þá lærði ég svo mikið kærleika Guðs og gegnum börnin mín. I think I learned more about God's love for me as I parented them than they learnt from me about God's love. Já, ég lærði meira frá kærleika Guðs sem börnin mín heldur en can you repeat? It's complicated. I learnt more about God's love as a parent parenting them because I could see how God parented me. Ég lærði meira kærleika Guðs til barnanna minna vegna þess að ég sá hvernig Guð var sem foreldri mitt. And the more that we experience God's love, the more that we can share with them. Og því meira sem við lærum kærleika Guðs, því meira getum við komið áleiðis til þeirra af kærleikanum. In fact, when I was a young mum, I wrote a book about what I learned about God's love through being a parent. Ég skrifaði bók þegar ég var ung það hvað ég lærði kærleika Guðs við það að vera foreldri. It's called Muddy Fingers, Sticky Feet. I think it's still available. What's it called? Muddy Fingers, Sticky Feet. I didn't choose the title. Já, var settur titill, skítu puttar og klístraðir fætur. So I want you to think, who expanded your picture of God's love? Was there someone in your life? Hugsaðu eitthvað sem stakkaði ímynd kærleika Guðs í huga ykkar. Var það eitthvað í ykkar lífi sem gerði það? And the way that they loved you, the way that they forgave you, hvernig þú varst elskuð eða elskaður, hvernig þér var fyrirgefið, made you think, wow, I can taste God's love through the way this person is caring for me. Ég get snert kærleika Guðs í gegnum þetta sem þessi einstaklingur að gera fyrir mig núna. A few years ago, it was New Year's Eve and people tend to make New Year's resolutions. Fyrir nokkrum árum síðan þá var gamlárskvöld og þá voru einhverjir sem áttu til að koma með svona nýjársheit. And I thought, I don't just want to make another New Year's resolution. Og ég hugsaði að ég vil ekki gera enn eitt nýjársheitið. What is it that God really wants me to do? Hvað vill Guð að ég geri? And suddenly into my mind came this thought. Þá kom hugsun upp í huga minn. Pray that your picture of my love will be expanded.
Bitu það að mynd þín af mínu kærleika í huganum þínum megi dreifast til annara. And that's what I prayed. Og það var bænin sem ég bað. And without much effort, over the next few months, I could feel my picture of God's love growing and growing as I was learning more. Og yfir mánuðina sá ég að þessi mynd kærleika Guðs var að vaksa í mér yfir þessu mánuði. And Ellen White says that's what we're doing throughout the whole of eternity. Og þetta það sem við munum vera að gera alla eilífð, segir Ellen White. And we're never going to get to the end of it. Við munum aldrei ljúka að vaksa í þessum skilningi. And God is loving us in ways we have no understanding of and no words for. Og Guð elskar okkur á þann hátt sem við hefum ekki einu sinni skilning á. But if we pause every day and think, En ef við stoppum á hverjum degi og förum að velta fyrir okkur, how is God showing me his love today? hvernig Guð að sýna mér elsku sína í dag? And we notice his love, Og við tökum eftir kærleika hans, then our understanding grows. þá mun skilningur okkar vaksa. Sometimes think, oh, I'm not experiencing anything about God's love. It's not doing what I want. Og stundum hugsa við, nú ég ekki að upplifa neitt varandi kærleika Guðs. Hann ekki að gera það sem ég að biðja hann But look for the other ways he is loving you. They are there. He's loving you 1,000 kinds of ways every day. En hugsa hina leiðirnar sem hann að sýna ykkur elsku sína. Hann að gera það á 1000, gegnum 1000 leiðir. So that's the fuel for us. That's where it has to start, our experience of Og God. þarna þarf þetta að hefjast, þessi upplifun okkar af Guði. And then how do we make the best use of our everyday talking, walking, sitting and rising opportunities to help our children grow closer to God? Og hvernig gerum við þetta svona dag frá degi að hjálpa börnum okkar að vaksa? Because this is where the development actually takes Því place. þar það sem að þroskin á sér stað. There's absolutely nothing wrong with having a family worship time. That's a really good thing to do. Það ekkert að því að vera með svona fjölskyldu tilbeiðslu á hverjum degi, það mjög gott. But what Deuteronomy actually tells us to is to live your faith out every day with your kids. En það sem 5. Mósebók að segja, við að lifa trúna okkar í gegnum börnin okkar. Talk about your values, how they help you make decisions. Tala okkar gildi og hvernig það hjálpar okkur að taka ákvarðanir. How your faith shapes what you do. Hvernig trúin hjálpar þér að gera það sem þú gerir. How God's love for you helps you when you're at work or when you're in a crisis. Hvernig kærleikur Guðs hjálpar þér í vinnunni eða þegar þú ert að fara í gegnum erfiðleika. So also for many children that have both parents, Fyrir mörg börn sem eru með báða foreldra, their relationship is one that helps them to understand God's love too. þá samband foreldranna að hjálpa börnunum að skilja kærleika Guðs til þeirra. Because if we're married, our relationship as a couple is a way to show forgiveness, acceptance, support, etc., a commitment in a real relationship. Þannig að við, ef við erum gift hver öðru og búum saman, þá höfum við tækifæri til þess að sýna hver öðru. Can I see the words that you were saying? There on, I don't know, do you want to turn this so you can see this better? Oops. Já, gefur okkur tækifæri til að kenna börnunum okkar fórn Jesú og það sem að hann gaf allt til okkar, það að þjóna og þennan kærleika sem fyrirgefur. So adults who are nurturing children's spirituality will have a growing relationship with Jesus. Þannig að fullorðnir sem eru að hlúa að andlega heitum barna, And they will build close, loving relationships with their kids. þá munu þeir þróa með sér náið og hlýtt samband við börnin sín. Because the way that we parent our children will shape their picture of God. Þegar eins og við sem foreldrar munum móta mynd Guðs hjá þeim. And this is why we need a good picture of God before we start. Þannig að þess vegna þurfum við að hafa góða mynd af Guði áður en við hefjumst handa. And the more we understand about God's character through 1 Corinthians 13, etc., then we think, how do we parent our children with those qualities? Og þegar við förum í 1. Korinthubréf 13. kafla, þá að kenna okkur hvernig við að kenna börnunum okkar And it's challenging.
Og þetta erfitt. We need lots of prayer. Við þurfum að biðja mikið. And we need to ask our children for forgiveness Og sometimes. við þurfum að biðja börnin fyrirgefningu sinni. Because it's not always easy to parent with forgiveness and patience. Það ekki oft auðvelt að vera foreldrar og vera að fyrirgefa og vera þolinmóð. But when we live out our positive Christian values and make them attractive to our children, when we have joyful gratitude, then they are inspired to follow Jesus too. Og þegar við sýnum þeim þetta og erum með þessa jákvæða mynd af Guði, þá verða þau líka innblásin að vera þannig. Tell your children about your own faith journey. How did you come to know God? Segja börnunum ykkar ykkar eigin trúargöngu, hvernig þið kynntust Guði. How did he answer your prayers or sometimes not answer your prayers? Hvernig svaraði Guð bænum ykkar, hvernig hann svaraði ekki bænum ykkar. Because our own story of faith can be really inspiring for our families. Því okkar trúarsaga getur verið innblástur fyrir fjölskylduna. You might like to reflect on some of these questions. Þið getur jafnvel velt fyrir ykkur þessum spurningum. I had to write my story of my journey with God for an assignment at Andrews University. Ég þurfti að skrifa fyrir Andrews háskólan svona eins og ritgerð mína trúargöngu. And it was really inspiring to slow down and write the whole way God had guided me in my life. Og þetta gaf mér innblástur þegar ég þurfti að skrifa niður alla mína trúargöngu í mínu lífi. And I realized there were many stories I'd never told my children about my faith. Og þarna voru fullt af sögum sem ég hafði aldrei sagt börnunum mínu frá. And those stories are really important. En sögurnar eru mjög mikilvægar. So make a list of your stories. Tell your children them at appropriate times in their life. Gerið lista yfir þessar sögur og segið börnunum ykkar frá þessu á réttu tímapunkti í lífi þeirra. And these questions are based on Psalm 23. So you can just look at Psalm 23 and think, if I was to write this about my life, what would I write? Þetta tekið úr 23. Davíðs sálmi og þið hugsa hvernig þetta á við ykkar lífi. So often the best times to teach our kids about God are not, maybe not even at family worship times, they're in the spontaneous moments of life. Þannig að besti tíminn til að kenna börnunum okkar Guð ekkert endilega þegar að tilbeiðslan á sér stað þessi formlega á heimilinu heldur þegar að við erum bara svona að lifa lífinu á daglega. And we can ask the Holy Spirit, open my eyes today, help me to be aware of the moments when my child is open to your spirit. Og við getum líka beðið, við ætlum að biðja heilagan anda að hjálpa okkur að vera meðvituð það og leyfa okkur að sjá hvenær þessar stundir koma upp þegar við getum deilt trúnni okkar með þeim. Look for God in the everyday stories of your lives together. Leitiði að sögum í svona fyrir hversdagslífið. And explore God's creation and let them be filled with wonder. Og rannsakið sköpun Guðs og leyfið þeim að upplifa þetta undur. This is a really important part of spirituality. Þetta mikilvægur hlutur af því að vera með andlega hugsun. And it's often lost today in the online world with phones and screens. Sem að týnist oft í dag vegna allara skjánótkunnunar. And I do like a whole worship service about wonder. Ég hef gert verið með heila guðþjónustu sem byggð á þessu að undrast. And there was a little boy listening when I did this last sermon on wonder. Það var lítill drengur sem var að hlusta á þegar ég gerði þetta síðast. And everyone thought he was just drawing a picture. He's maybe 5 or 6. He was scribbling on paper. Hann var 5 eða 6 ára og var bara að teikna eitthvað á blað. And after Sabbath lunch, they went for a walk as a family. Og svo eftir matinn á hvíldardeginu fóruðu út sem fjölskylda í göngutúr. And this little boy was going really slowly. Og þessi drengur var að ganga mjög hægt. And they kept saying to him, come on, run along, don't be so slow. Og þau voru alltaf að segja hann drífðu nú, komdu nú áfram. And then the little boy said, I'm doing what Auntie Karen told me to. Ég að gera það sem að frænka Karen var að segja mér. She told us all to slow down and really look at God's creation. Hún var að segja okkur að við ættum að fara hægt áfram og velta vel fyrir okkur sköpun Guðs. Because everything he made is an amazing work of art. Því allt sem hann gerði dásamlegt listaverk. And he says, you parents, you're missing it. Þið foreldrar mínir, þið að missa þessu. I don't want to go that fast. I want to slow down and look.
Ég vil ekki fara svona hratt, ég vil fara hægt og skoða þetta allt saman. His parents called me up and told me afterwards. They said, we didn't think he was listening, but he obviously learnt a lot. Já, þú helst hann væri ekki að hlusta, sögðu við mig þegar þau hringdu í mig, en hann var svo sannarlega að hlusta á þig. And you have so much in Iceland to fill you with wonder. Og það svo margt hér á Íslandi sem að getur fyllt ykkur af undrun. I came across a quote this last week, and it said, to be spiritual is to wonder. Til að vera andlega þenkjandi, það að vera undrandi. Because when we wonder about something, Þegar við undrumst yfir einhverju, our thoughts, they think about God. Why did he make it like this? How does this work? How did he put this together? þá hugsaum við Guð og veltum fyrir okkur af hverju hann var að gera þetta og hvernig þetta var allt gert. And it inspires your children to reflect on God. Og þetta innblæs börnunum ykkar að velta Guði fyrir sér. We have to help our children make sense of life and God where they're at. Við þurfum að hjálpa börnunum að skilja lífið og trúna. As Adventists, we tend to think that the big picture is the cosmic conflict or the great controversy. Sem aðeins eigum við oft til að velta fyrir okkur stóru myndinni varðandi baráttu milli góðs og ills. But there's a bigger picture than that, and that is God is love. That's the biggest picture in the universe. En stærri myndin sú að Guð kærleikur. Þetta stærsta myndin í alheimnum. And it's because of this big picture of God's love that he's operating on mending this cosmic conflict. Og vegna þess að hann með svo stóran kærleika í þessum alheimi að hann að reyna að lagfæra þennan heim. And when life is painful, Og þegar að sársaukinn í lífinu, if your child knows that God loves them no matter what, og ef barnið þitt skilur að Guð elskar þau alveg sama hvað, and they are secure in God's love, og þau örugg í kærleika Guðs, then when bad things happen, they know for sure God loves them. They don't doubt God's love because something bad happened. þannig að ef eitthvað slæmt gerist, þá þau ekki að efast kærleika Guðs. So my parents were very intentional that they would bring me and my brother up knowing God as an incredible God of love. That was the most important. Foreldrar mínir voru gerðu þetta alveg mjög meðvitað að kenna okkur að Guð væri kærleikur. Þetta var stein mikilvægast. And then when I experienced my first tragedy, my first crisis, Þannig að þegar ég lenti í mínum fyrstu erfiðleikum, I was about 23, I guess, þá something var like ég that. 23 ára. My first thought was, God, I'm not sure what's happening here, but I know you're with me in this. Þá fyrstu viðbrögðin voru þau að segja Guð, ég veit ekki hvað að gerast hér, en ég veit að þú ert með mér í þessu. I know you love me, Ég veit að þú elskar mig and you're here to comfort me. og þú ert hér til að hugga mig. It's not, have you abandoned me? What have I done wrong? And other thoughts that are not so helpful. Það var ekki þannig að ég hugsaði hvað hef ég nú gert rangt, erst þú búin að yfirgefa mig? So we need to discuss some of the spiritual aspects of life and faith with our children so that our faith makes sense to them. Við þurfum að spjalla við börnin okkar varðandi lífið og trúna svo að trúin verði svona rökrétt fyrir þeim. I know a family, and ever since the children were small, they asked this question every day. Ég þekkti fjölskyldur sem áttu börn og þau spurðu þessa spurningu hverjum degi. Where did you see God today? Hvar sástu Guð í dag? They've asked that since the children were 5 years old. Þau hafa spurt að þessu frá því þau voru 5 ára. And now their daughter's grown up and she's training for the ministry. Nú dóttir þeirra vaksin úr grasi og nú hún að læra til prests. Because if this is all you do for like worship each day, Því ef þetta það sem þú gerir sem tilbeiðslu á hverjum degi, for sure they did other things too, but this question, örugglega vissum að þið hafi gert örugglega eitthvað annað en það, en the child is thinking all throughout the day, where am I seeing God? Where is God at work? Þá barnið að hugsa allan daginn, hvar sé ég Guð, hvar Guð að starfa? How would that question change you? Hvernig myndi þessi spurning breyta þér? If at the end of every day your family asked, where did you see God today? Ef þú myndi spyrja hverjum degi, hvar sástu Guð í dag, þegar að dagurinn búinn. And the little children can answer that question. Og lítil börn geta svarað þessari spurningu. Maybe in surprising ways. Þau gera það á hátt sem að kemur á óvart. They said,
I saw God today when Daddy kissed Mummy. Ég sá Guð í dag þegar pabbi kyssti mömmu. I saw God today when I made a mistake and Mummy just hugged me. Ég sá Guð í dag þegar ég gerði mistök og mamma faðmaði mig. I saw God today when I was watching a squirrel run up a tree and it was so beautiful. Excuse me. When I watched a squirrel run up a tree. Já, ég sá Guð þegar ég sá íkorna hlaupa upp tré. It doesn't matter what they say Það alveg sama hvað þau segja. because God is around us all the time. He's there. Guð með okkur allan tíman. But when we shape their focus onto God, And it if changes them and us. Ef við mótum einbeitingu, beinum huga þeirra til Guðs, þá breytir það þeim. And I wonder what you would say if I asked you where you saw God at work this week. Ég svona velti fyrir mér ef ég myndi spyrja ykkur hverju þið myndi svara, ég myndi spyrja hvar sáu þið Guð What í would you þessari say? viku. What would you say? Hvað myndið þið segja? Or what filled you with wonder this week? Hvað fyllti þig undrun þessa vikuna? Because when we ask these questions regularly, it changes how we see our world. Þegar við spyrjum okkur þessara spurninga, það breytir heiminum fyrir okkur. So one thing that helps children is when we live our spiritual lives in front of them, visibly, transparently. Það sem hjálpar börnunum okkar að við lifum lífinu, okkar trúalífi, bara fyrir fram að þau. It helps that if we're praying quietly in a room with them, Það hjálpar ef við erum að biðja í hljóði í sama herbyggju þau eru. we say our words out loud so they can hear what it sounds like. Að það mikilvægt að þau heyri þá orðin sem við erum að segja svo að þau viti hvernig ég biðja. Because they can't hear the silent prayers in our head. Þau geta ekki heyrt hljóðar bænir í huganum okkar. And for sure, your prayers might change if you know your children are listening. Nú bænirnar ykkar munu að sjálfsögðu breytast ef að börnin ykkar eru að hlusta. But it helps them shape their own prayers. En það hjálpar þeim að móta sínar eigin bænir. How do you listen for God's guidance? How will you teach your child how you do that? Og hvernig getur þú kent barninu þínu að gera þetta? How will you help them explore the Bible in a creative way that is meaningful to them? Hvernig getur þú þjálfa því að lesa Biblíuna þannig að þetta sé á skapandi hátt og það skipti máli fyrir þeim það sem þeir að lesa? Because there's many creative ways for children to read and experience the Bible. Það fullt af alls konar leiðum til þess að hjálpa börnum að lesa Biblíuna. So I read now a psalm and I summarize it in my own words and what I got out of it. Ef ég les einhvern Davíðsálm og ég dreg úr honum það sem að ég fekk, þann skilning sem ég fekk frá honum. And then I will draw a diagram or a picture of what the psalm is about. I'm rubbish at art. Og svo teikna ég mynd af því sem að ég las. But if it's about a tree, I will draw a tree and write some words around it. Og ef það kannski minnst á tréð, þá teikna ég tréð og einhver orðin kringum tréð. So if your children read one Bible story and they're experiencing it in two different ways, they will remember it better. Og ef það vera að lesa biblíusögu fyrir barni eða færa að upplifa söguna kannski á tvenns konar hátt, þá munu muna söguna betur. And if they act it out or make something to illustrate the story, they will remember it best. En ef þau fá að kannski jafnvel leika söguna, þá muna það ennþá betur. Point out what fills you with wonder in the world around you. Excuse me? Point out what's filling you with wonder when you're with your kids. Bendið börnunum ykkur á það sem að fyllir ykkur undrun í þessum heimi. Thank God for the things He's doing for you and tell them what you're thankful for. Takkið fyrir þessi Guð að gera fyrir ykkur og segið þeim hvað þið eru þakklátt fyrir. Let them see you using your spiritual gifts within your local church. Leðum að sjá hvernig þú nýtir þínar andlegu gjafir innan kirkjunar. And the joy in giving back to God, in sharing with others with your offerings, etc. Og gleðina sem að þú upplifir við það að gefa frá þér til samfélagsins. Model how to take care of God's creation. Það að gefa gott fordæmi hjálpar. So, sometimes children have distorted pictures of God, sometimes adults do too. Stundum eru börn með ranga mynd af Guði og stundum fullorðnir líka. And I wonder what your picture of God is. Og ég velti fyrir mig hver mynd Guðs sé í ykkar huga. How would you describe God as you see Him to your kids? Hvernig myndi þið lýsa Guð eins og þið sjáið hann fyrir börnunum ykkar? And we need to check that our children are picking up
positive pictures, healthy pictures of God. Við þurfum að vera vakandi fyrir því að börnin skilji á jákvæðan hátt hver Guð er. Because sometimes we might give the impression or might feel this ourselves that God is like a distant father, busy working away somewhere. Stundum gefum við það frá okkur að Guð sé faðir sem er langt í burtu og mjög upptekinn And he's not particularly interested in us. og hefur ekkert rosalega mikinn áhuga á okkur. Or they might have a distorted picture that God is like a disappointed teacher. Eða getum við haft á ímynda Guði að hann sé kennari sem að hefur orðið fyrir vonbrigði með okkur. And is always writing on their report, could do better. Og alltaf að skrifa skýrslu okkur og segja þessi geti nú gert hlutina betur. Or maybe they think he's like Father Christmas, Eða kannski halda að hann sé jólasveinninn. a big jolly person who gives us what we want if only we're good. Einhver sem er ásalega glaðlyndur og gefur okkur allt sem við viljum ef við högum okkur vel. Or maybe they think he's a policeman on the corner with like a speed trap waiting to catch you out. Eða kannski finnst þeim Guð vera eins og lögreglumaðurinn sem er að mæla hraðan á bílunum til að athuga hvað við gerum rangt. Or that he's a grumpy old man who's easily offended. Eða gamall maður sem er auðvelt að móðga. What might they have picked up through the stories or the Bible that might need adjusting? Hvað er það sem þau eru búin að læra kannski sem er rangt sem þarf að lagfæra? So ask your children, how do you see God? Spyrjið þið börnin ykkar, hvernig sjáu þið Guð? What are some of the words you'd use to describe him? Hvaða orðnoti til að lýsa Guði? Or if they're little, ask them to draw a picture of God and tell you about him. Hvað þið byrjið barnið að teikna Guð og segja ykkur Guð? And then you can see, hey, this is a little bit off here, let's adjust it. Og þá sjáu þið hvort þetta sé rétt mynd og hvort það þurfa að lagfæra hana. Because we don't want them to carry on having distorted pictures of God. We want them to have a healthy picture of Við God. viljum ekki að þau séu með ranga hugmynd af Guði, við viljum að hún sé rétt. And this is really, really important to their spirituality. Þetta er mjög mikilvægt fyrir þeirra andlega vöxt. And here are some other ways. Listen to them talk about God, about what they're saying about God and faith. Hérna eru fleiri aðferðir, hlusta á þau hvernig þau tala Guð. And if their pictures a little bit need some tweaking, do it gently. Og ef þau eru ekki með rétta mynd af Guði, þá tala við þau á mildilegan hátt. Describe your picture of a loving God to them. Og lýsa ykkar mynd af kærleiksríkum Guði. Read the scriptures about God's love and explore the different aspects of God's love. Lesið fyrir þau úr Biblíunni kærleika Guðs og talið Look at allskyns hliðar kærleika Guðs. Look at the story of the prodigal son. Skoðið til að með söguna týnda soninn. And here I put some questions that are really helpful to look at any Bible story with any age. Og hérna seti ég upp spurningar sem eru gagnlega fyrir hvaða aldur sem er. So, start with the third one. What do you like best about the story? Skulum byrja á þriðju spurningunum. Hvað fannst þér best í þessari sögu? That's an easy question. It gets them warmed up. Þetta er svona auðveld spurning sem er góð í upphitun. What's the most important message in this story for you today? Hvað er mikilvægasti boðskapurinn í þessari sögu fyrir þig í dag? What have you learnt about, what part of the story is most about you? Where are you in the story? Hvar ert þú í þessari sögu? What have you learnt about God's love from this story? Hvað ertu búin að læra kærleika Guðs í þessari sögu? And then finally, how will you respond to this story? Og svo að lokum, hvernig mynd þú bregðast við þessari sögu? Because once we respond to it by making something or writing or talking, Við gerum kannski eitthvað skrifum eða tölum sem viðbrögð við sögunni and we experience it in another dimension, then we remember it better. og þá þegar við upplifum það einhverju annari vít þá munum við þetta betur. And then how do our children learn to pray to God? Hvernig læra börnin okkar að biðja til Guðs? Because the best way is that they just talk to him like a friend Besta leiðin er að tala við hann eins og hann væri vinur in simple language. á einföldu tungumáli. They don't have to use language like in English like thee and thou. Þau þurfa ekkert endilega að nota þérun eins og er notið bæði íslensku, ensku og fleiri Because tungumálum. if we give them a strange language to talk to God, it can make it harder for them to pray. Ef við látum þau fá erfitt og flókið tungumál til að tala við Guð, þá getur það orðið erfitt fyrir þau að biðja. And get them to talk to him about what happened, their feelings, their fears, their worries. Kenna þeim að segja Guði frá það sem þau eru að upplifa.
And model talking to God. Model it, show them Já, how. og kenna þeim með í verklegri kennslu hvernig eigi að biðja til Guðs. So maybe you get a phone call from grandma saying grandpa's really sick. Kannski fáið þið símtal frá ömmu þar sem að hún að segja að afi sé mjög veikur. Just gather round, hold hands. They don't have to shut their eyes. Þá skuluð þið koma saman og haldast í hendur And just get them to say one sentence prayer for grandpa. og hver og einn segir eina setningu sem bæn til afa, fyrir afa. The good thing is God hears our best prayers, whatever we say, Það góða við það að Guð heyrir allar okkar bænir because he hears the thoughts and feelings we don't even have words for yet. því hann heyrir hugsanirnar og tilfinningarnar sem við höfum ekki einu sinni orð fyrir. There's a really good website in England called Parenting for Faith Þetta góð síða í Englandi sem að heiti Parenting to Health by Rachel Turner. eftir þessa konu, Rachel. And she's amazing at mentoring parents to develop their children's faith. Hún góð í að þjálfa foreldra í að leiða börn til trúar. And she's actually spoken at Adventist events in Australia and in Scandinavia. Hún hefur talað fyrir aðventista bæði í Ástralíu og í Skandinavíu. And on her website, she has, I think, 100 chat starters to talk to God. Og hún með 100 svona setningar sem að hjálpa manni að hefja umræður eða spjall. And she also has something like 100 questions to start a conversation about God. Og hún með kannski 100 spurningar sem að hjálpa okkur að byrja And you can get them off that website, tala Parenting Guð. for Faith. Og þið getið fundið þetta á síðunni hennar, Parenting to Faith. But here are some of her interesting chat starters for your children, young people. Og hérna eru áhugaverðar setningar sem hjálpa okkur að hefja spjall. And they're designed just to help them talk to God like a friend. Excuse me? To talk to God like a friend. Já, til að hjálpa börnunum að tala við Guð sem vin. And that might be quite surprising to you. Þið munu verða að hissa á þessum atriðum. But I wonder what we would say, how we Yeah. would pray to God with those starters. Ég svona velta fyrir mig hvernig við myndum biðja til Guðs með þessu spjalli, þessu byrjun á spjalli. Because a lot of the time we pray to God the same prayer, the same routine. Oft eru við að tala við Guð bara með sömu bænum og í rútínu. And there's lots of things we don't pray about to God. We don't even think about it because we just pray our routine prayer. Það eru oft sem við nefnum ekki einu sinni á nafn við Guð ýmislegt í okkar lífi sem að við biðjum ekki svona And how do we help our children listen to God too? Hvernig kennum við börnunum okkar líka að hlusta á Guð? Prayer is a two-way thing. How do you listen to God's voice in your life? Bænin fer á báða vegu, hvernig hlustar þú á Guð? How do you recognize his voice? Hvernig kannast maður við rödd hans? How has God spoken to you? Hvernig hefur Guð talað við þig? Sometimes he might put a picture into our mind. Stundum setur hann mynd í huga okkar. My husband was praying this morning and God put a picture in his mind of a friend to pray for. Já, maðurinn minn var að biðja í morgun og þá fékk hann mynd í hugan af vini sínum sem að hann þurfti að biðja fyrir. Sometimes God speaks to us by giving us an idea Stundum talar Guð til okkar með því að gefa okkur einhverja hugmynd or draws us to a Bible verse. eða leiðir okkur til biblíuvers. Maybe someone else will speak to us and we recognize, oh, that's God speaking to us. Kannski einhver sem talar til okkur og segir eitthvað við okkur og þá finnum við að Guð að tala við okkur. Be like Eli and help them to spot when God is talking to them so they can listen and respond. Við erum eins og... Be like Eli so they can help like Hver aftur Samuel Eli? respond. Er það Elía? Já, við erum eins og Elía. And follow our children's interest in spiritual things. Og við skulum athuga hvert áhugasvið barna okkar í andlegum málefnum. This will change through their life. Þetta mun breyta lífið þeirra. Help them to develop their spiritual gifts and use them in the church. Hjálpa þeim að nýta sínar andlegu gjafir og nota þær í kirkjunni. Ask about their questions about God and follow up their answers. Explore them together. Spurjiðu þau Guð og veltið fyrir svörunum og spjallið þetta. And help them to come to God when they feel sad or when they feel happy or confused and find God there in those emotions. Hjálpiði börnunum að fara til Guðs þegar þau eru leið eða glöð eða ringluð. Maybe they want to lead worship at home or help someone
Light a candle. Follow their inspiration in Kannski vilja worship. þau hjálpa einhverjum, kannski vilja þau kveikja á kerti þegar þeir eru að biðja heima. Maybe they want to help in the audiovisual team at church or learn to play the music in the band. Kannski vilja þau hjálpa með hljóðið í tækninni eða kannski vilja þau spila eitthvað hljóðfæri. Maybe they develop a passion for helping someone in the community. Help them to follow that passion, make a difference. Já, kannski vilja þau hjálpa í samfélaginu með eitthvað, hjálpa þeim að vaksa í þeirri ástríðu. This is a true story from England. Þetta sönn saga frá Englandi. Little girl about 3 was going to bed, Það var 3 ára stúlka sem var að fara í rúmið and her mum and her were praying about that day and the day to come. og hún var að hafa bæn við mömmu sinni daginn og næsta dag sem var að fara að hefjast, sem var að koma þá. And when they prayed about what they would do tomorrow, Og þegar þeir voru að biðja til Guðs það sem þær ætlaði að gera á næsta dag, the girl said, "Tomorrow we must take flowers to Mrs. Jones." þá sagði stúlkan, á morgun þurfum við að fara með blóm til frú James. And Mummy thought, well, I know Mrs. James, she comes to church sometimes, but I don't know her very well. En þessi kona, ég þekki hana ekkert rosalega vel, hún kemur bara stundum í kirkju, sagði mamma. This sounds a bit strange. Þetta hljómar skringilega. Anyway, the next day the little girl got up Og svo þegar stúlkan vaknaði næsta dag og fór á fætur, and she says, Mummy, we've got to take those flowers to Mrs. Jones. og þá sagði mamma, við verðum að fara með blóm til frú James. So Mummy said, okay, let's go out in the garden and pick some flowers. Og mamma sagði, já, við skulum fara út í garð og tína blóm. And this little girl loved pink flowers and white flowers and blue flowers, Og hún tíndi bleik og blá og hvít blóm. but she only picked purple flowers. Já, það voru það allir þessi litar af blóm, en hún tíndi bara fjólubláu blómin. And Mummy was surprised, why are you just picking purple flowers? Og mamma var svo hissa, akkur ertu að tína bara fjólublá Because that's blóm? what God told me to do. Af því að þetta er það sem Guð sagði mér að gera, sagði hún. So they get the flowers and they go in the car to see Mrs. Jones. Og þau voru búin að tína blómin saman og fóru svo í bíltúr til að hitta frú James. And Mummy's feeling slightly embarrassed, Og mamma skammaði sín daldið, but the little girl's really excited. en stúlkan var svo spennt. And when Mrs. Jones opens the door, she bursts into tears. Og svo þegar að þessi kona opnaði dyrnar, þá byrjar hún að gráta. And she said, Og hún segir, yesterday I felt so dreadful. í gær leið mér svo illa I felt like giving up. og mér fannst þess að ég yrði bara að gefast upp. She said, I prayed this prayer. Og ég bað þessa bæn. God, if you really love me, Guð, ef þú elskar mig virkilega, send someone tomorrow with purple flowers. sendu einhvern til minn með fjólublá blóm. Wow. I wonder how many adults God had spoken to before he found a 3-year-old girl who would do what he asked. Kannski var Guð búinn að reyna að tala við fullt af fullorðnu fólki þetta, en hann náði til þessara 3 ára stúlku. And I have seen God use 2- and 3-year-old children Og ég hef séð Guð nota 2 og 3 ára börn to do his will, to bless others. að gera hans vilja og blessa aðra. So when our children have a spiritual thought in their mind, to do this, to do that, go with the flow. Þannig að þegar börnin okkar fá svona andlega hugsun, þá þurfum við að fylgja því eftir. Because how encouraging it would be to be that little girl in that moment and to know she made a difference. Að hugsa ykkur að vera kannski í hennar sporum og sjá að hún var að gera eitthvað sem skipti máli. So maybe you've had a busy day, maybe there wasn't even any time for what you would think of as family worship. Og kannski var þetta mjög upptekinn dagur og þið hefðu ekki tíma fyrir tilbeiðsluna, fjölskyldutilbeiðsluna, And it's bedtime. og það komin háttatími. And here are some thoughts for bedtime. Og hér eru nokkri punktar varðandi það þegar að háttatímin komin. Because if all you do is ask 1 or 2 or 3 of these at bedtime, this is worship. Ef þið spyrjið bara 2-3 spurningar af þessum, þá þetta tilbeiðsla. In fact, you've been worshipping God all through the day. Ef þið eruð að tilbeiða Guð yfir allan daginn, When you're thankful, you're worshipping God. þegar þið eruð þakklátt, þá eruð þið að tilbeiða Guð. When you're helping others, you're worshipping God. Þegar þið eruð að hjálpa öðrum, þá eruð þið að tilbeiða Guð. Because Jesus said, whatever you do for any one of these little ones, you are doing for me. Jesús segir að fyrir hvern sem að þið eruð að gera þetta, þá eruð að gera fyrir mig. And you can help children to see that their life is an act of worship to God when they love him. Og þið getið hjálpa börnum að skilja að þeirra líf virk tilbeiðsla. So what do you most want to thank God for today? Hvað það sem við viljið þakka Guði mest fyrir í dag? Where did you see Jesus today? Hvar sástu Jesús í dag? What made you most sad, and let's comfort you? Hvað gerði þig
sem dabrastan í dag eða glaðastan í dag. What made you happy? And let's celebrate that. Hvað gerði þig glaðan og við skulum fagna því? Which character strengths did you use today? Hvaða lindisengun, hvaða styrkleikar í þinni lindisengun notaðir þú í dag? I saw you making this good choice today. I was proud of you. Ég sá að þú tókst rétt ákvörðun þarna í dag. Ég mjög stolt af þér. If you have this conversation at bedtime, your child will go to sleep in peace with God. Ef að þið eru með þess konar spjall við barnið áður að fara að sofa, þá fer það að sofa í friði með Guði. And if you've had a conflict with them, make sure they know at the end of the day it's mended, they're forgiven, they're accepted. Og ef að þið átti einhverju baráttu með barnið yfir daginn, að þá þarf barnið að vita að það í lok dags að það búið að fyrirgefa því og allt orðið gott. So as I mentioned, our spiritual life can infuse our whole life, but family worship is also very useful and important. Já, það oft mikið í gangi yfir daginn í lífi okkar og sjálfsögðu fjölskyldu tilbeiðslan mikilvæg. It's really interesting to say what Ellen White says about family worship. Þetta áhugavert sem hún Ellen White hefur að segja tilbeiðslu fjölskyldunar. She says it must be intensely interesting. Þetta þarf að vera afar áhugavert, segir hún. She says, with a little thought and careful preparation, Ef þið gefið þessu smá hugsun og undirbúning, family worship can be made pleasant þá hægt að gera þessa tilbeiðslustund ánægjulega and will reduce in results that eternity will reveal. og þið munu sjá árangurinn síðar í eilífðinni. She says, let family worship be short and spirited. Já, hafið þessa tilbeiðslu stutta og mjög andlega. And then she says this, Svo segir hún þetta. do not let your child or anyone else dread worship because it is tedious and uninteresting. Ekki láta börnin eða nokkurn í fjölskyldinu bara kvíða þess að þurfa að taka þátt í þessari fjölskyldu tilbeiðslu vegna þess að þetta svona þreytandi eða óspennandi. She says, if you read a long chapter in the Bible and explain it and give a long prayer, this precious service becomes tiresome and it's a relief when it's over. Þannig að ef þið lesi kannski langan kafla og eruð að útskýra hann og eruð svo með langa bæn á eftir, þá verður þessi þjónusta bara þreytandi og allir fegnir þegar hún búin. That's interesting, isn't it? Even Ellen White can say worship can be really boring. Meira sér Ellen White getur sagt að tilbeiðsla getur orðið mjög leiðileg. And she especially says when there's children, they make it short and lively so it's relevant to them. Það betra að hafa þetta stutt og líflegt. And when you have family worship, it depends on the family. First thing in the morning is not always the best thing. Það ekki alltaf best að vera með fjölskyldu tilbeiðslu á morgnana. It can be whatever time in the day is best for your family. Getur bara verið hvenær sem yfir daginn sem hentar ykkar fjölskyldu. When our children were young, we tended to do family worship in the car on the way to school. Þegar að ég var alveg mín börn, þá var fjölskyldu tilbeiðslan okkar, hún fór fram í bílnum á meðan ég var að keyra þau í skólan. Because everyone's like contained in the same vehicle. Og þarna eru þá bara allir fastir saman í sama bíl. But we had some good worship times and discussions in the car on the way to and from school. Við vorum með alls konar andlegar spurningar og svör og spjall á leiðinni í skólan. Now I'm going to get you just to do something because you've been sitting here all afternoon and you're probably falling asleep. Ég ætla að fá ykkur til að gera eitthvað núna. Við erum búin að vera hér í allan dag og þeir eru kannski bara að detta út af og sofna. So I just want you to start doing this in twos or threes. Nú ætla ég að biðja ykkur að vinna 2-3 saman. And thinking of one aspect of God's character you want to praise him for, beginning with each letter of the alphabet. Og velti fyrir ykkur hvað einhverju hlið á Guði sem þið viljið lofa. And then think, how could you share this character with your children? How could you help them learn about this aspect of God? Og velta fyrir ykkur hvernig þið getið komið þessu áleiðis til barnanna ykkar. So I'm just going to give you a couple of minutes to interact and do that so you get Ég ætla að leyfa ykkur your brain stimulated a bit. taka nokkrar mínútur til þess að velta þessu fyrir ykkur. And then we'll draw it to a close. Og svo þegar það komið þá ljúkum við.
you're all different languages, so then it doesn't matter which language you choose the letter from, you know what I mean? So, Yeah. but it's easier for you to do it in small groups. Það betra að gera þetta í litlum hópum því að það eru ólík tungumál í gangi hérna. Some different characteristics of God. We did this with some children, and they went through the alphabet and found 200 names and characteristics of God. Við fórum í gegnum þetta með börnum og þau fundið 200 leiðir til að lýsa Guði. And then we went through them one at a time and said, how do we worship? How do we understand this aspect of God? What does that mean? How do we... Hvernig skiljum við þetta atriði varandi Guð? The God who rejoices over you with singing. Guð sem að gleðst yfir söng. There's the God who smiles over you. Guð sem brosir til ykkar. There's so many different aspects of God that we don't think about. Það alls konar atriði varandi Guð sem við hugsum ekkert út í. And they can be the source of inspiration and worship with their children. Og þau geta, foreldrar geta, þessi atriði geta verið innblástu fyrir börnin. So
We found it really useful to have special family worships at the weekend. Okkur fannst gott að hafa sérstakar bænastundir eða helgistund með börnunum yfir helgar. And sometimes I would prepare them in advance, so I had one, if we were busy, they were all ready to use. Og þannig að þetta var ofta alveg tilbúið til notkunar áður en við byrjuðum. In one church, we made worship kits for all the families, and they could take them away and then bring them back and swap them. Og í sumum kirkjum voru við með svona einhvers konar pakka fyrir foreldrar að taka með sér heim og svo gott og koma með þetta tilbaka aftur og skipst á pökkum fyrir aðra foreldra. It can be great to meet up with another family with children your age to do a creative worship with them. Það mjög gott að hittast líka með öðrum foreldrum sem með börn á svipum aldri og vera með tilbeiðslu með þeim. We would sometimes go for walks on Sabbath with other families. Við fórum stundum með göngutúr með öðrum fjölskyldum. And we'd each have a Bible story. Og við vorum öll með biblíu sögu. And we had to collect things on the way and come back and make a picture from that story on the grass. Við þurftum að taka alls konar með á leiðinni og búa svo til mynd af sögunni bara á jörðinni þegar við vorum komin á leiðarenda. But I've written several books about family worship. Ég hef skrifað nokkra bækur tilbeiðslu fjölskyldna. But sometimes at the end of the day I'd be so tired. En stundum var ég bara svo þreytt eftir daginn. And I couldn't remember what was in the books. Og ég myndi ekkert eftir því sem stóð í bókunum. So I'd take the book and I would find a good worship for that week that was relevant to their lives. Þannig að ég tók bókina, opnaði hana og fann eitthvað sem mér fannst passa við líf okkar á þeim tímapunkti. And I would send each of them to find something we needed. Og þannig að ég sendi þau bara öll til að finna eitthvað af því sem við þurftum. And while they were looking for it, I'd read the worship to see what we would do when they came back. Og svo meðan voru að leita þá las ég hvernig tilbeiðslan átti að vera og svo þegar þau komu aftur tilbaka þá var ég tilbúin. But invest in the best things you can to make worship amazing for your kids. Reyni að gera tilbeiðsluna sem áhugaverðasta fyrir börnin. If you have teenagers and older ones, then let them lead out or find videos. Ef þið eru með unglinga, leyfið þeim þá að leiða, leyfið þeim þá að finna efni. Some families have been using the Chosen series to inspire worship. Sumir eru að nota myndefni The Chosen. And there's a website called axis.org, axis.org. Og það síða sem heitir access.org. And that has discussion guides for teens and parents on 60 relevant topics to their lives. Og þar verið að tala 60 efni sem tengjast lífi unglinga. And so it covers all sorts of things young people might be facing, and it gives you scripture and research to help you. Og það verið að ávarpa ýmis efni sem gæti verið að unglingar gætu þurfa að glíma við. Og það hægt að fá alls konar efni til stuðnings við það og biblíuvers. But ask your kids what they want, what kind of worships they like, what stories they want to explore. Spyrjið börnin eitthvað hvernig þau vilja hafa tilbeiðsluna, hvaða sögur þau vilja ræða Because the more relevant it is to their life, the more engaged they'll be. Því mun meira sem tengist þeim, því mun meira vilja þau taka þátt. And they will see that their faith, the Bible, God is relevant to them. Og þá sjáðu að trúin að Biblían og Guð hafa eitthvað með þau að gera. I do a whole other seminar about this, but we need to think how to make Sabbaths the greatest day for our kids. Ég með annan námskeið þetta fjallar hvernig við getum gert hvíldardaginn að besta degi vikuna fyrir börnin okkar. Find out what brings them delight and see how you can create Sabbaths that incorporate that. Finnið út úr því hvað þeim finnst dásamlegt. So there's many more things we could say here. Help them to identify their spiritual gifts. Hjálpum þeim að finna þeirra eigin andlegu gjafir. And discipline with love and empathy. We'll talk more about that tomorrow. How to discipline with love. Og við þurfum líka að gefa þeim aga með kærleika. The way God disciplines us. Eins og Guð gerir fyrir okkur. And finally, the big questions. Svo stóru spurningarnar. How are we growing closer to God and letting the children see our spiritual growth? Hvernig við að vaksa nær Guði og hvernig getum við látið börnin okkar sjá það? How is this child growing closer to God and loving Him more, and how can I support them? Hvernig þetta barn að vaksa nær Guði og hvernig get ég stutt við það? And what can we do together to help us grow closer to God and closer in our discipleship? Og hvernig getum við verið að vaksa saman nær Guði og verið meira sem lærisveinar hans?
And I'm sorry we don't have so much time because of translation to make this more interactive. En við höfum því meira ekki tíma vegna þýðingarinnar að gera þetta aðeins meira svona gagnvirkt. But I know also that you will have many ideas and resources that you have used at work that you could share with one another. Og ég alveg sem að þið hafið alveg fullt af hugmyndum sem að þið getið deilt með öðrum sem það hefur verið að nota. What I want you to do today is to go away thinking, how can my faith be lived out in our life together with the whole family in a day-to-day basis? Það sem ég vil að þið farið með að hvernig get ég deilt trúnni minni til barnana svona þannig þetta daglega As you líf. walk along the road and lie down and eat and sleep. Frá þegar þið eruð að fara í gegnum daginn, borða, sofa og svo framvegis. Let's pray. Við skulum biðja saman. Father God, we thank you for your love and that we are your beloved children. Kæri faðir, við þökkum fyrir þinn kærleika og það að við erum þín elskuðu börn. We pray that we will pass on our love of you to our children, that they will fall in love with you too. Ég bið þig að hjálpa okkur að koma áfram trúnni sem við höfum til barnan okkar. May the Holy Spirit come and teach us how to wisely guide each of our unique children towards you. Megi heilagur andi leiða okkur og kenna okkur að leiða börnin okkar sem eru all eitt og mjög sérstök fyrir þig, faðir. And may we be humble and wise and loving teachers alongside of them. Hjálpaðu okkur að vera auðmjúkir og góðir kennarar. Open to learn from our children as they are to learn from us. Og hjálpaðu okkur líka að læra af börnunum okkar eins og þau eiga að læra af okkur. Thank you that you're with us every step of the way in this important work. Takk fyrir að vera með okkur hvert skref við þetta mikilvæga starf. Through Jesus' name, amen. Í nafni Jesú Krists. Amen. We'll have a break and a stretch. Nú skulum við taka smá pásu, teygja þess úr okkur. And the next thing we will look at is helping children balance their emotions. Og næsti fyrirlestur að hjálpa börnunum að stjórna skapinu sínu. And you may also learn about how to balance yours as well. Og þið getið líka lært af því hvernig þið eigið að læra að stjórna skapinu ykkur. This seminar, learning about this, really helped me in my life. Þetta hjálpaði mér mjög mikið í mínu lífi. So take a break. Takið ykkur smá pásu.